byssukúla örlög þín. Í reykjarmekki hér ég reyka í rústum og sprengigígunum. Ég finn það sárt að fallið í frelsisleit að bjarga sér. Mitt ljúfa barn sem lífið heilsaði, svo það ljómaði, en tál heimsins tældi þig og tók burt frá mér. Ó barnið mitt, hvað bíður þín? Þið breyska hold, þér glepur sín. Í eiturnautn býðst unað sæla föl, en óðar breytist hún í kvöl. Ég finn það sárt að fallið í frelsisleit að bjarga sér. Mitt ljúfa barn sem lífið heilsaði, svo það ljómaði, en tál heimsins tældi þig og tók burt frá mér.
Heyrist í mér núna? Já, þetta allt annað sound maður. Mikið dásamlega gott að sjá okkur í kvöld í guðsþjónustu í Lindakirkju. Ég veit að hópurinn okkar sem hefur verið á alfanámskeiðinu átti frábæra helgi í Ölveri og veit að það eru einhver mætt í hann. Má ég sjá? Ekki einhver hérna? Jú, já, fullt af ykkur maður. Bara gott og dásamlegt að sjá okkur hérna. Já, þau sungum að lækna sjúka gefur sjón, þeim blinda lamaður lækning fær og núna á 19. sunnudegi eftir þrenningarhátíð sem að þýðir eftir hvítasunnu, má segja, þá heyrum við Guðspjallið sem að einmitt það þegar Jesús læknaði lamaða manninn. En við skulum núna, áður lengri haldið, signa okkur og biðja saman upphafsbæn sem birtist hér á veggnum. Segjum við nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi Andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð yrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Og þá komið að upp á sálminum og það veit svo til við ákvaðum að tengja allavega þrennt af því sem við syngjum saman. Nú syngjum við saman sálm sem Drottinn minn hirðir. Við tengjum það sérstaklega minningu Þorvaldar Halldórssonar sem var okkur afskaplega kær hér í Lindakirkju og reyndar kirkjunni allri. Hann fór víða og söng Drottni til dýrðar og fólki til blessunar og náttúrulega þekktur sem dægulega söngvari á fyrri tíð. Ég má til með að segja ykkur aðeins innanlega að Valdi sagði mér einhvern tíma frá því að hvernig þetta kom til með lagið sem við erum að fara að syngja, lagið við sálminn Drottinn minn hirðir. Þá bjuggu hann og konan hans Margrét Skeving sem samdi lagið. Þau bjuggu í Vestmannaeyjum og Þorvaldur sagði mér ég kom einu sinni heim úr vinnunni og Greta beið eftir mér þar og sagði þú verður að koma strax inn og pikkaði þetta upp, ég var að semja lag og þá las hún sálminn og lagið bara kom til hennar. Og nú það þannig að þetta litla lag sem var til í Vestmannaeyjum á þessu tíma bara sungið nánast í hverja einustu útför í messu víða landið og bara af alls konar tilefnum og hefur blessað marga. Ég ætla að segja hvers vegna skipti Þorvaldur okkur svona miklu máli hér. Á þeim tíma þegar Lindasókn stofnuð þá hann starfsmaður þjóðkirkjunnar og fer bara út allt og tekur þátt í helgihaldi bara sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu samt út allt land. Og hann í rauninni var með 4. hverja messu hérna hjá okkur bara í áraraðir og var okkur gríðarlega dýrmætur og mikilvægur fyrstu árin og blessuð sé minning hans. Hann hefði orðið 81 árs á morgun. Þess vegna var þetta alveg kjörið að minnast hann sérstaklega í kvöld. Syngjum nú saman Drottinn minn hirðir. Drottinn minn hirðir
Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Stöndum áfram ef við syngjum dýrðarsönginn. Þá lesa þau Lexíu og pistil Sigrún Ingimarsdóttir og bassalekarinn okkar Páll Elvar Pálsson. Og Sigrún byrjar. Ég skal vera mikrofónstandur fyrir þig. Lexía dagsins úr Esekiel. En Ísraelsmenn segja, Drottinn breytir ekki rétt. Það breytnin mín sem ekki rétt, Ísraelsmenn? Eru það ekki öllu frumur þið sem breytið ekki rétt? Því mun ég dæma ykkur, Ísraelsmenn, sérhvern eftir sinni breytni, segir Drottinn Guð. Snúi við, hverfið frá öllum afbrotum ykkar, svo þau verði ykkur ekki að falli. Varpi frá ykkur öllum þeim afbrotum sem þið hafi framið. Fáið ykkur nýtt hjarta og nýjan anda. Hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Því að mér þóknast ekki dauði nokkurs manns, segir Drottinn Guð. Snúið við svo að þið lifið. Þannig hljóðar heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og pistillinn hann úr Efesus 4. kafla 22. til 30. vers. Þið eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spilltur af tælandi gyrndum en endurnýjast í anda og hugsun. Og íklæðast hinnum nýja manni sem skapaður í Guðsmynd og breytir eins og Guð vill og lætur réttlæti og sannleika helga líf sitt. Leggið því af lygina og talið sannleika hvert við sinn náunga. Því að við erum hvert annars limir. Ef þið reiðist, þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði ykkar. Gefið djöflinum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og geri það sem gagnlegt með höndum sínum svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim sem þurfandi Látið ekkert fúkyrði líða ykkur af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gerist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda, sem þið eruð innsigluð með, til endurlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt ykkur, og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuð hvert við annað, miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þá ætlum við að syngja saman eiginlega nýtt, gamalt
Þetta með enskum texta, upphaflega heitir Lord I lift your name on high, og einhvern tímann hafði þetta lag borist í tal milli okkar Þorvaldur, og já, hann sagði að hann væri nú ekki alveg nógu ánægður með, vantaði almennilegan íslenska texta við þetta, og svo skömmu seinna vorum við í fermingaferð, í ferð með fermingabörnum upp í Vatnaskó, og kvöldið og nóttina þegar krakkarnir voru farnir að sofa, þá svona snaraði ég þessu, og hann var það ánægður með þýðinguna að hann söng þennan texta á síðasta diskum sínum, Lord I lift your name on high, og það getur vel verið ef við nótum þetta meira hérna. Heyrum heilagt guðspjald sem hljóðar svo í Drottins nafni. Það guðspjallamaðurinn Matteus sem að ritar í 9. kaflan. Þá steg Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lamamannin: Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér: hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: hví húsið illt í hjörtum ykkar? Hvort auðveldara að segja: syndir þínar eru fyrirgefnar, eða stattu upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta var óttaslegið og lofaði Guð sem gefið hafði mönnum slíkt vald. Þannig hljóðar heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey,
píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Setjast, meðan konurnar setjast og verði að segja ykkur frá því að þetta er alveg ótrúlega hlýlegt núna og ég svona tengdi alveg sérstaklega. Það var þegar við vorum að syngja þennan sálm núna og það var sungið vera hjá mér þar og rétt áður við syngjum Já þinn vil ég vera, þá á hann Gísli vinur minn hérna í kórnum. Hann gerir það alltaf áður þetta vers kemur og segir alltaf, ó já, og svo heldur þetta áfram. Þetta var, hvað mér þótti vænt að heyra þetta. Ég hef ekki heyrt þetta síðan áður ég fór til Ítalíu. Takk fyrir mig. En náðu sé með okkur öllum og friður frá Guði föður og drottni Jesú Kristi. Þegar við komum í kirkju þá vonumst til að heyra vonaríkan boðskap. Mig langar eða svolítið til að gera okkur öll vonlaus í kvöld, í það minnsta gagnvart einu. Ég held að við hefum bara öll gott af því að sleppa þeirri von. Það er vonin að geta breytt fortíðinni. Við getum engu breytt með hana. Og það sem mér langar að sýna ykkur fram á það er stundum eina leiðin til að eiga von í lífinu einmitt að átta sig á því að gagnvart fortíðinni erum við án vonar. Og þið kannast eflaust við æruleysisbænina sem er svona, Guð gefur mér æruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og visku til að greina þar á milli. Og auðvitað vitum við þetta, við getum ekki breytt fortíðinni. Við getum ekki breytt mistökum sem við höfum gert. Og við getum heldur ekki komið í veg fyrir að eitthvað slæmt hafi gerst, þegar eitthvað slæmt gerðist í fortíð okkar. Þetta hljómar svo sjálfsagt, hvað er maður eiginlega að tala um? En ef það er svona sjálfsagt,
Af hverju erum við þá svona ofta að velta okkur upp úr fortíðinni? Ef þetta er svona sjálfsagt, af hverju leyfum við draugum fortíðarinnar að ganga aftur og aftur? Ég man eftir því þegar ég var í skóla í Keflavík, þá fóruð oft í leik í frímínútunum sem mér þótti alveg sérstaklega skemmtilegur. Ég hafði almennt ekkert sérstaklega gaman á íþróttum, en þessi leikur fannst mér skemmtilegur, sem heiti Kíló með Upsiloni. Minnir aðeins á amerískan hornabolta nema miklu einfaldari. Og maður var með svona venjulegan bolta og svo hendi maður um loft og kýldi og svo átti að hlaupa og svo hljóp maður á stöðvar svona svipað eins og í hornaboltanum. En ef maður gerði vindhögg þá mátti kalla einu sinni eða tvisvar brendur og gera upp á nýtt. Þá mátti kýla aftur. Og stundum vildi maður óska þess að lífið væri eins og kíló. Að þegar við gerum mistök, þá getum við kallað brendur og fá að gera upp á nýtt. En það gengur bara ekki þannig fyrir sig. Við sitjum uppi með okkur sjálf og eigingerðir, fortíð, nútíð, framtíð. En það eru bara þessar 2 síðarnefndu tíðir sem við fáum einhverju breytt með. Ef við höldum að við getum kallað brendur í lífinu, þá erum við á villigötum. En það er samt von, og til að finna vonina sem Guð hefur gefið okkur, þá þurfum við að temja okkur hugafar, held ég, sem að heitir samt sem áður. Samt sem áður hugafarið. Þá er ég að meina, við getum ekki breytt neinu fortíðina, eins og ég sagði áður, en samt sem áður getur Guð breytt því hvaða áhrifum við leyfum fortíðina að hafa á framtíð okkar. Páll Elvar las orð nafna síns, Páls postula áðan. Þér eigið að hætta henni fyrri breytni og afklæðast hinum gamla manni. Og hann bætti við, íklæðist hinum nýja manni, sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og í heilarleika sannleikans. Svo heyrðum við í Guðspjalli dagsins að það var komið með lamaðan mann til Jesú. Ég var ofta veltið fyrir mig, af hverju er þetta alltaf þýtt lama maður, ekki lamaður maður. Það er nú saga, tölum við þýðingarnefndunum það. En þessi lamaði maður, hann fór heim fótgangandi. Og ég held að ég segi ekkert of mikið að þó ég haldi því fram að þar með hafa hann eignast nýtt líf. Breytingin á högum hans við að fá mátt í fæturna hlýtur að hafa verið algjör. Við tölum oft hindranir sem verða á vegi fatlaðra á okkar dögum, að víða vanti skábrautir sem hefur nú stórskánað en síðari ár. Já, lyftur. Við hefur voru haldnir tónleikar í vikunni fyrir lyftunni sem að kemur von bráðar í stokkinn okkar hérna og getur flutt fólk bæði niður og upp. Þannig að við ættum öll að komast bæði til að njóta útsýnis og frábærar aðstöðu hér niður í kjallara. En á tímum Jesú komst þetta fólk, lamaða fólk, hvorki lönd né strönd. Hvað þá að það geti tekið þátt í atvinnulífi öðruvísi en með betli. Það var algjörlega upp á aðra komið. Og í þessu Guðspjalli var sagt, færa þá menn til hans lamaðan mann, jú, hann þurfti hjálpa að halda. Í öðru Guðspjalli er sagt hann frá þessu að það hafi 4 vinir hans komið með lamaðan mannin til Jesú og borið hann á milli sín. Hann var með öðrum orðum háður öðrum með allt. Og maður skildi ætla, ef maður spyr sig, hvað ætli slíkum maður þrái mest af öllu í lífinu, hlýtur að vera að fá máttinn aftur í fæturna. Auðvitað, en Jesús vissi betur. Hann fór ekkert að tala fæturna á honum eða máttinn.
fyrir en að aðri fór að skipta sér af. Hann vissi nefnilega hvað innra með manninu bjó. Það var sálar angistinn umfram allt sem að nagaði hann. Eitthvað á fortíðinni eflaust. Eða bitur vegna hlutskipti síns. Allavega það sem Jesús veit að hann þarf að lækna lamaðamanninn af er þetta. Hann sagði, vertu hugraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þannig er Jesús, hann lítur ekki bara á þetta ytra, heldur okkar innri mann. Og þarna voru þeir farisearnir sem oftar og fleiri sem að venju höfðu allar gerði Jesú á hornum sér. Það er nánast eins og hann lækni lamaðamanninn af lömuninni sjálfri til þess eins að svona ögra þeim, til þess að eins að sýna þeim þetta að hann hafi vald til að fyrirgefa syndir. Og til að Jesús geti hjálpað gagnvart okkar reiði, okkar bitur, okkar sársauka sem við kunnum að hafa á sálinni, þá þurfum við að koma með það til hans, rétt eins og lamaði maðurinn. Guð veit hvað innra með okkur öllum býr og er ekkert megn og getur jafnvel ef við leyfum. Látið betra reynslu hjálpa okkur til að vekja í okkur væntumþykju í stað vonsku og frið í stað firringar. Við getum ekki breytt okkur sjálfum upp á eigin spýtur. Og enn skulum við muna þetta samt sem áður hugafar. Það þýðir Guð getur breytt okkur samt sem áður. Getur breytt í hvaða áhrif fortíðin hefur á framtíðina. Getur hjálpað okkur til að læknast af sárum sem aðrir hafa valdið okkur. Getur breytt okkur þegar við getum það ekki sjálf. Barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar, sagði Jesús við lamaðamanninn. Biblían notar orðið synd þegar átt er við þetta eyðileggjandi ferli, þegar við leyfum því sem við getum ekki breytt, að breyta því sem við getum breytt og greinum ekki munin á þessu tvennu. Synd er mjög vandmeðfarið orð. Með því að setja orðið synd í þetta samhengi, þá er ég ekki að meina einhverjar leikreglur sem við ekki að brjóta. Syndin ristir miklu dýpra en svo. Synd er það sem við segjum, það sem við gerum, ávanar, ósiðir, allt sem særir okkur sjálf og þau sem við elskum. Kalla Guður synd. Syndin er þverbresturinn innan í okkur öllum. Án efa höfum við öll einhvern tíma óskað þess að við værum öðruvísi en við erum. En eins og Páll postuli sagði líka sjálfan sig, hið góða sem ég vil, það ger ég ekki, en hið slæma sem ég vil ekki, það ger ég. En ávöxtur anda Guðs er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsægi. Kannski höfum við ekki tekið við fyrirgefningu Guðs eins og lamaði maðurinn í Guðspjallinu, vegna þess að við höldum að Guð vilji kannski ekkert hafa saman við okkur að sælda. Jesús læknaði lamaðamanninn og hann hefur vald til að fyrirgefa syndir, líka mínar og þínar. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, er og verða mun aldir alda. Amen. Þá er það nú enn eitt lagi sem við tengjum við hann Þorvald sem heitir í íslenskri þýðingu Hví þá ég, er eftir Krist Kristófersson og Þorvaldur söng þetta nú á sínum tíma á böllum með hljómsveit Ingimars Eydal og fleirum. Hann söng þetta inn á plötu með Pónik líka og hann sagði mér frá því að á sínum tíma sem ungur maður honum þótti þetta vera svona svolítið erfitt að syngja þetta laga því að hann var bara alls ekki trúaður þá og fannst þetta vera hræsni af sér að vera að syngja þetta trúalega lag.
En svo seinna meir þegar hann eignaði sína trú að þá var þetta honum lifandi játning. Hví þá ég? Og Gísli, þú ætlar að leiða okkur. Þau hjónin, Gísli og Bryndís. Þá ég, hvað ég svo sem gerð, sem kærleiks þíns verð, ég finn kyrrð þín og ró. Ég var sár, en úr sorgum og þraut, fann ég sannleikans braut, þinn sigur mér bjóð. Faðir, ég þakka, ég þjáðist í sekt og í sorgum, leið þína sá. Nú ég veit að þinn vegur fær, skal ég vinna þér allt sem ég var. Reyndu mig, ef ég rétt gæti hönd, þeim sem reika lönd, full af hörmung og heim. Gef mér orð, að ég geti þeim tjáð, þá guðlegu náð, mig geymi svo vel. Faðir, ég þakka, ég þjáðist í sekt og í sorgum, leið þína sá. Nú ég veit að þinn vegur fær, skal ég vinna þér allt sem ég var. Faðir, ég þakka, ég þjáðist í sekt og í sorgum, leið þína sá. Nú ég veit að þinn vegur fær, skal ég vinna þér allt sem ég var. Vinna þér allt sem ég var. Þakka ykkur Gísli, Bryndís, Kór, Óskar, Páll og Þóris innilega. Nú komið að bænastundin okkar og eins og þið þekkið sem að eru vön, eða best að ég útskýri þetta fyrir öðrum, þá þarna borð með lampa til hliðar og þarna ljósaaldari líka og það gott að kveikja á ljósi ef það eitthvað bænarefni sem við berum í brjósti og það tákgrænt og fallegt að leyfa ljósin að lifa og eins eru þarna miðar í hólfinu við hliðin á bænaaltarinu og ef þið skrifið bænarefni á miða og skiljið það eftir, setjið það í raufina þar, þá beðið fyrir þessu bænarefnum alltaf á 50. morgnum og það velkomið að bætast í bænahópinn sem að þar og þar kaffi og með því og eftir og svoleiðis og bara, hvað segir maður, svolítið væmið að segja, svona bara kósí stemming. En
nú skulum við eiga saman bænastund og við bara sitjum í okkar sætu og bara felum okkur Guði og það sem hvílir á hjarta okkar. Eigum bara okkar stund frammi fyrir Guði, syngjum saman bænasöng og svo ljúkum við stundina að biðja saman með orðum Jesú, Faðir vor. Jesús, við komum fram fyrir þig og felum þér allt það sem innra með okkur býr og þú þekkir. Gefðu okkur náð til þess að treysta þér og taka þig á orðinu. Syndir þínar eru fyrirgefnar. Fyrirgefning þín er fullkomin. Þú mætir okkur þar sem við erum. Við felum þau sem að eigum sárt að binda, hafa mist nána ættingja undanfarið, fengið erfiða fréttir, hverjar sem þær eru, þau sem er að glíma við sjúkdóma, bæði á andlegum og líkamlegum toga, þau sem að skorti kjark til þess að breyta sínum aðstæðum. Viltu gefa kjark? Viltu gefa von? Gefðu okkur líka kjark til þess að tala von þar sem við á. Og við felum þér bænirnar okkar
okkur sjálf og hugsanir okkar í bæninni sem að þú kenndir og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá skulum við rísa á fætur og þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við njóta þess að hlusta á kórinn ætlar að syngja fyrir okkur á lokum. Let the church say amen, eða kirkjan segi amen. Og það er hún Áslaug Helga sem ætlar að leiða okkur í því og ég fæ stundum að vera með í kórnum og þetta er eitt af þessum lögum, sko. Ég var eins og í Kallakór Keflavíkur og það fór alltaf bara svona hríslíkur að þegar maður söng Brennið þið vitar, standin í Kallakór og syngja Brennið þið vitar, það er bara rosalegt. Og þetta er svona, hvað var það lofgjörð, þá er þetta svona Brennið þið vitar þess. Og það er svona, langar mig til þess að pota mér upp á, má ég koma til ykkar, kallar? Já, ég vil fá að vera með. Fyrst að ég er með stjórn á hljóðinu, þá ætla ég að fá að líka blanda mér aðeins og fá að segja nokkur orð, bara stutt. Ég er með sko góða fréttir og slæma fréttir og góða fréttir. Hvað vil ég heyra fyrst? Góðu fréttirnar eru það að miðasalan á jólatónleikakórs Lindakirkju hófst á 50-daginn. Slæmu fréttirnar eru það næstu uppselt. Fyrir ykkur þar sem hafa ekki fengið miða. Ég veit, maður sjá, hvað er margir hérna inni sem náðu sér í miða? Það er ekki margir. Halló! Þetta er verða bestu tónleikar okkar hingað til. Þetta er verið sturlað flott, má nota sturlað, já. Við erum með sólista bara í kórnum, einhverja 10-11 sólista. Þetta verið frábær dagskrá, jólalögin eins og þau bara gerast best og skemmtileg lög. Góðu fréttirnar í viðbót. Þið eru fyrst að vita það, við ætlum að bæta við aukatónleikum á sunnudeginu 7. klukkan 5. Hinn eru klukkan 8 það er aðeins eftir en örfásæti aftast úti, sem sagt hinum við vegginn, það sé fram í anddyri og hérna til hliðar, hitt er allt sem að farið. Miðasalan í heldum byrji aftur á morgun, sem sagt á aukatónleikarna, fylgist bara með. Þannig að ef þið ætlið að ná okkur í miða. Það var uppselt hérna nánast á 50-daginn á lyftitónleikunum, söfnuðum hátt í 2 milljónir, þannig að bara endilega verið duglega að mæta. Já. Hvað er hvað? Miðarnir. Já, fyrirgjöfs, ég gleymi því. miðix.is. miðix. Allir með þetta. Áslaug, náður þessu. Ertu búin að fá miða? Nei, þú þarft ekki miða. Áslaug syngur bara einsöng. Við ætlum að taka þetta saman. Let the church say amen. Gjörðu svo vel. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Everybody, God, let the church say amen. Can I hear the word? Let the church say amen. To what His plans are, to His mercy. Spoken.
the church say amen. Ooh, yeah. Make this your response to whatever he says. From the healing of your body to the raising of the dead. No matter how you feeling or how your world is reeling, battle on through the night, 'cause you're gonna win the fight. Heaven and earth, and you're standing at the Red Sea. Continue to say when your help is on the way. Why God has spoken, I heard him. Let the church, amen. Lift your hands wherever you are and say, hey, amen. Say, let the church, hallelujah. Let the church. All we need is a word from the Lord. We got it. Let the church say amen. Let the church Let the church amen. I need you to say it. When your dream's about to die, knowing that God is not a man, he just can't lie. In spite of what the devil does, no, you got a word that has come from above. Oh, faith must be what you say. So open your mouth and say, I'm made today. 'Cause God, I heard him when he said it. Let the church. Oh, you and you say, from the deacon to the mothers, all of the sisters, all of the brothers say, oh my, let the church. Hey, if God said it, you can change it. Say, rearrange it. Believe. God said it. God said it. God has spoken. God has spoken. Let the church. Lift your hands, lift your heart, lift your voice. Rearrange it. Hey, God said it, and I believe it. God has spoken. Let the church. Let the church say. Let the church say. God has spoken. God has spoken. I feel it in my spirit. Oh, everybody all over the world. Let the believers say. Amen. Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt. Ég segi bara, förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, ég er klárt.